Nú ætlum við að skoða hvernig við margföldum saman almenn brot. Þegar við erum að reikna, til dæmis 3 sinnum 4 fimmtu, þá erum við í raun að margfalda ef við eigum 4 fimmtu og þá eigum við 3 sinnum það. Það breytir ekki því við erum alltaf með fimmtuparta. Við eigum bara 3 sinnum fleiri, 4 fimmtuparta. Þannig í raun erum við að segja 3 sinnum 4 deilt með 5 og til þess að þetta verða 12 fimmtu, ef okkur ekki sagt sérstaklega að nota blandna tölu þá megum við alveg nota óeiginlegt brot eins og við gerum hér. En ef að við viljum vera alveg vissum að gera þetta rétt þá megum við gera svona og margfalda bara efri línuna sér og neðri línuna sér, því það er það sem við gerum þegar við margföldum saman 2 brot. Skiptir engu máli þó þetta sé svona, þá er þetta 3 fjórðu sinnum 2 fyrstu, 6 aðrir, ekki aðrir heldur fjórðu átt að vera, svo deilum við með 2 og fáum 3 aðra. Því við verðum alltaf að stytta brot ef það er hægt. Finna 2 fimmtu af 60, þegar við erum að finna eitthvað af einhverju tölu, þá erum við alltaf að margfalda það saman. Hérna gerum við þá 2 fimmtu sinnum 60 fyrstu, 120 fimmtu og 120 deilt með 5 eru 24. Hér kemur bara tala út úr þessu, af því að 5 gengur upp í 20. Ég má alveg stytta þetta með 5 og þá fæ ég út 24 fyrstu, en það breytir í raun engu. Sama hérna, 3 sjöundu sinnum 280 fyrstu, hérna fæ ég út 840 á móti 7 sem gefur mér 120. Eins og áðan ég get alveg stytt með 7, það gefur mér sömu niðurstöðum. Ef við erum að margfalda saman blandnar tölur þá gengur það engan veginn upp. Hér þurfum við að skrifa 3 fyrstu eins og áðan, en hér þurfum við að gera munið sinnum og plús til þess að búa til óeiginlegt brot. 2 sinnum 1 eru 2 plús þess 1 eru 3 aðrir, við fáum 9 aðra. Sama hérna 4 fyrstu sinnum hér plús hér 3 og 5, þess að 5 sinnum 3 eru 15 plús 2 eru 17 fimmtu, út úr þessu fáum við síðan 68 fimmtu og við getum ekkert stytt það neitt. Passa að breyta blandinni tölu í óeiginlegt brot, brot það sem er ekki heiltala á undan. Og að lokum, hér margföldum við bara efri línuna sér og neðri línuna sér, við fáum 12 70 aðra. Þá getum við stytt, til dæmis með 12, þá fáum við 1 á móti 6. Hérna fáum við, og ég ætla að skrifa þetta bara fyrir neðan svo ég fá aðeins meira pláss, 5 11 sinnum 11 20, 55 móti 220, styttið með 11, þá fæ ég 5 20. Nei, má sjá. Og svo stytti ég aftur með 5, þá fæ ég 4. Það er eitt sem er pínu áhugavert hérna í síðasta dæminu. Hvað ef ég set bara eitt strik hérna og margfalda hér? Í margföldun má ég breyta röðinni, þannig að þetta má vera 11 sinnum 5 og 11 sinnum 20. Og ég get stytt 11 deilt með 11 er bara 1, þannig að þetta má fara. Þá er ég strax komið 5 20 sem er það sama og ég fekk hér. Og það get ég stytt með 5 eins og ég gerði hérna. Þetta er ekki eitthvað sem þið þurfið að kunna, en eitthvað sem er gagnlegt að kunna og flýtir fyrir manni ef maður sér, já, hér er 11 og 11, það má fara. Þá er þetta bara 5 20 eftir.